Góðan daginn. Fundur settur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar miðvikudaginn 10. júní 2026. Klukkan núna 16:40, örlítið á eftir áætlun, en fundur settur. Þetta fundur bæjarstjórnar númer 899 og hann haldinn á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar að Þverholti 2. Á dagskrá fundarins eru 10 mál samkvæmt auglýstri dagskrá. Ein fundargerð til samþykktar, 2 almenn mál og 7 fundargerðir til kynningar. Fundinn sitja 2 varamenn, Magnús Ingi Ingvarsson í fjarveru Elísabetar S. Ólafsdóttur og Leifur Ingi Eysteinsson í fjarveru Höllu Karenar Kristjánsdóttur. Aðrir aðalmenn sitja fundinn. Og við göngum þá til formlegrar dagskrár. Við byrjum á fundargerðum til staðfestingar. Mál númer 1, fundargerð ungmennaráðs, fundur númer 90, sem haldinn var 28. maí 2026. Orðið laust ef einhver vill taka til máls. Já, bæjarfulltrúi Árni Jónsson, gerðu svo vel. Forseti og kæri bæjarfulltrúar, ég vildi bara svona að ég las í gegnum þessar tillögur og fannst mikið til þeirra að koma, að það veri vilji til þess að koma svona náminu á góðan stað í ljósi aðstæðna, umræða núna í samfélaginu varðandi nærbuxnanotkun og svo framvegis. Það langar mér svolítið að beina allar inn í umræðan sem á að eiga sér stað svo í framhaldinu, að hugsa kennsluna fyrir eldri bekkinga, þá 9. og 10. bekk, því sumir ljúka í 9. bekk sundi til grunnskólaprófs í rauninni, að beina til þeirra að nýta mögulega 10. bekkin í annars konar sundkennslu, sem þá heitipotturinn, sána, samvera, félagskapur, fá mögulega félagsmiðstöðin og svo framvegis. Mér langaði svo bara svona að við næðum lengri í umræðin heldur en bara að segja nei, þau eru bara búin og við förum, svo koma þau óreind í nærbuxunum á fyrsta ári í framhaldsskóla. Þannig að við nýtum svolítið tækifærið, eflum félagstengslin og hugsaum þetta ekki alltaf í sundbrautum. Þannig að við langaði bara að koma þessu á framfæri. Og fagna þessu. Eru aðrir sem vilja taka til máls? Svo ekki. Þá ber ég fundargerð þessa 90. fundar ungmennaráðs undir atkvæði. Hverjir greiða atkvæði með fundargerðinni? Hún samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 2 almennum málum. Það kosningin nefndir og ráð og fundi bæjarstjórnar númer 898 sem framfór 3. júní síðastliðinn. Það var kosið í 4 fastanefndir, en nú liggur fyrir að kjósa þær nefndir og ráð sem eftir eru og tilgreind eru í 59. grein samþykktar stjórn Mosfellsbæjar. Við byrjum á að kjósa í nefndir sem kosið í til 2 ára, stjórn Sorpu. Fyrir liggur að kjósa 1 aðalfulltrúa. Tilnefndir eru Jana Katrín Knútsdóttir sem aðalfulltrúi og Gylfi Þór Þorsteinsson til vara. Eru aðrar tillögur? Ef ekki, þá eru þau sjálf kjörin. Í stjórn Strætó liggur fyrir að kjósa 1 aðalfulltrúa og 1 varafulltrúa. Tilnefndir eru Gylfi Þór Þorsteinsson sem aðalfulltrúi og Hjörtur Örn Arnarsson til vara. Eru aðrar tillögur? Nei, þá þar sjálfkjörið. Fastanefndir sem kosið í til 4 ára eru öldungaráð. Kjör 3 aðalfulltrúar og varafulltrúar. Tilnefndir eru Elísabet S. Ólafsdóttir, Berglind Róbertsson Gretarsdóttir og Ólafur Ingi Óskarsson og sem varafulltrúar Gunnhildur Einarsdóttir, Reynir Matthíasson og Halla Karen Kristjánsdóttir. Eru aðrar tillögur? Nei, þá eru þau sjálfkjörin þar. Notendaráð málefni fatlaðs fólks. Kjör 2 aðalfulltrúa og 2 til vara. Tilnefndir sem aðalfulltrúar Brynja Hlíf Hjaltadóttir og Sandra Dís Bjarnadóttir. Tilnefndir sem varafulltrúar Sigurður Unnar Ragnarsson og Marrí Sif Volderhaug. Eru fleiri tillögur?
Nei, þau sjálfkjörin. Í yfirkjörstjórn, þar kosið 3 aðalfulltrúa og 3 til vara. Yfirkjörstjórn mun svo sjálf kjósa sér formann og varaformann. Tilnefndir sem aðalfulltrúar eru Lovísa Jónsdóttir, Davíð Örn Guðnason og Örvar Jóhannsson. Tilnefndir varafulltrúar Ölvir Karlsson, Helga Jóhannesdóttir og Rafn Hafberg Guðlaugsson. Eru aðrar tillögur? Svo ekki, svo þau eru sjálfkjörin. Nefndir, ráð og stjórnir sem kosið í til 4 ára. Almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins. 2 aðalfulltrúar og jafnmargir til vara. Hefðir fyrir því að bæjarstjóri sé annar aðalfulltrúa. Tilnefndir eru sem aðalfulltrúar Hilmar Gunnarsson bæjarstjóri og Gylfi Þór Þorsteinsson. Varafulltrúar Árni Jónsson og Sveinn Óskar Sigurðsson. Eru aðrar tillögur? Nei, þá eru þeir sjálfkjörnir. Heilbrigðisnefnd Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness. 1 aðalfulltrúi og 1 til vara. Tilnefndur sem aðalfulltrúi Þórarinn Örn Andrésson og sem varafulltrúi Gylfi Þór Þorsteinsson. Aðrar tillögur? Nei, þá þar sjálfkjörið einnig. Stjórn skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins. 1 aðalfulltrúi og 1 til vara. Tilnefndur sem aðalfulltrúi Valdimar Birgisson. Tilnefndur sem varafulltrúi Hjörtur Örn Arnarsson. Aðrar tillögur? Svo ekki. Þeir eru þá rétt kjörnir í þá nefnd. Stjórn slökkvilis höfuðborgarsvæðisins. Bæjarstjóri sjálfkjörinn sem aðalfulltrúi. Við kjósum varafulltrúa sem tilnefnd Jana Katrín Knútsdóttir. Eru einhverjar aðrar tillögur? Svo ekki. Þá hún rétt kjörinn þar ásamt Hilmari. Stjórn samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, SSH. Bæjarstjóri sjálfkjörinn sem aðalfulltrúi. En kosning varafulltrúa úr röðum kjörinna fulltrúa. Tilnefnd Jana Katrín Knútsdóttir, formaður bæjarráðs. Eru aðrar tillögur þar? Svo ekki. Svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins. 2 fulltrúar og 2 til vara. Tilnefndir Hjörtur Örn Arnarsson og Sævar Birgisson sem aðalfulltrúar og varafulltrúar Valdimar Birgisson og Ómar Ingþórsson. Aðrar tillögur hafa ekki borist og eru þeir því rétt kjörnir. Stefnuráð byggðasamlaga. Samkvæmt 1. grein viðauka við stofnsamninga Sorpu BS og Strætó BS stefnuráð byggðasamlaga höfuðborgarsvæðisins skipað 20 aðilum, það borgar- og bæjarstjórum, þeirra sveitarfélaga sem aðild eiga að byggðarsamlögunum, auk 14 aðila sem kom úr hópi kjörinna fulltrúa, meirihluta og minnihluta. Kosning 2 fulltrúa í stefnuráð. Tilnefndir sem aðalfulltrúar Gylfi Þór Þorsteinsson og Leifur Ingi Eysteinsson. Tilnefndir sem varafulltrúar Hjörtur Örn Arnarsson og Sveinn Óskar Sigurðsson. Eru aðrar tillögur? Svo ekki og teljast þeir því rétt kjörnir. Kosning fulltrúa á landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga. Mosfellsbær 5 fulltrúa og 5 til vara. Tilnefndir sem aðalfulltrúar Jana Katrín Knútsdóttir, Gylfi Þór Þorsteinsson, Elísabet S. Ólafsdóttir, Sævar Birgisson og Ólafur Ingi Óskarsson. Varafulltrúar Hjörtur Örn Arnarsson, Þórarinn Örn Andrésson, Valdimar Birgisson, Halla Karen Kristjánsdóttir og Árni Jónsson. Eru aðrar tillögur? Svo ekki og teljast þau því rétt kjörin sem fulltrúar á landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga. Þá liggur fyrir fundinum fundagerðir til kynninga. Fyrir fundinum liggja 7 fundagerðir til kynningar. Fundar númer 424 í stjórn Strætó BS
sem haldin var 17. apríl 2026. Orðið laust ef einhver vill taka til máls fundargerðina. Svo ekki og hún þar með samþykkt. Fundargerð fundar 425, fundar Strætó BS sem haldin var 13. maí 2026. Orðið laust. Það býður sig enginn fram í það og við höldum þá áfram. Fundargerð fundar númer 627, fundar Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem haldin var 4. maí 2026. Orðið laust varðandi þá fundargerð. Það kveður sér engin ljós. Fundargerð fundar 281 stjórnar slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu sem haldin var 8. maí 2026. Orðið laust. Það býður sig enginn fram þar. Fundargerð fundar 628 Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem framfór 11. maí 2026. Orðið laust ef einhver vill tjá sig það. Já, bæjarfulltrúi Árni Jónsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég ætla að lið 2 reyndar í fundargerð 627 og 628. Í lið 2 verið að fjalla sérskóla og að SSH sé að fara í samstarfi ríki uppbyggingu og sérskóla í höfuðborginni og á höfuðborgarsvæðinu. Og hugmynd okkar mín og vinnanna að koma fram með hugmynd það að Mosfellsbær taki frumkvæði í að bjóða leggja til að sérskóla verði fundið rými í Mosfellsbæ og horfum sérstaklega til Farsældartúns og en í sérskóla það má ætla sér 80-90 nemendur, bilinu 200-300 svona 250-300 starfsmenn væntanlega í skólanum og frístundastarfi. Þannig að þetta verði fjölmörg störf sem myndi skapast, hvort sem að fólk býr í sveitarfélaginu eða verið að sækja inn í sveitarfélaginu á móti umferð. Þannig að tillagan væri þá og sem ég geti sent á Þóri, ég veit ekki hvort ég koma fram sem tillaga eða sem bókun við þennan fundalið, ég ger mér ekki alveg grein fyrir því, en það skoðum bæjarfulltrúar að vinna Mosfellsbær, bæjarstjórn Mosfellsbær beiti sér fyrir því á vettvangi SSH að horft verði til þess að nýr sérskóli verði staðsettur í Mosfellsbæ. Í því sambandi væri hægt að horfa til Farsældartúns, en það fellur vel að yfirlýsingu samstarf ríkis og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að ég veit ekki alveg, en það tillaga frá okkur í vinnunum og já, og ég veit ekki alveg hvernig það skilur sig, þannig að Já, eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs þessa fundargerð? Já, bæjarfulltrúi Ólafur Ingi Óskarsson, gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúar, ég veit ekki alveg svo sem hvernig á að snúa vegna að þetta fundargerð til kynningar. Ég myndi kannski halda það væri kannski eðlilegt að þetta væri bókun með fundargerðinni. Og frekar þá tilmæli til fulltrúa okkar í stjórn SSH að taka þetta mál þar upp. Ég styð þetta eindregið, mér finnst þetta bara góð hugmynd að við þurfum að koma hreyfingu á þetta svæði, Farsældartún. Það þetta bíður eiginlega eftir því að þarna verði bara tekið til starfa eins og þetta var ætlað inn að þeirra ramma sem var settur þegar þetta var komið á laggirnar. Þannig ég held að þetta geti verið bara gott fyrsta skref, vegna þess að ég held að það sé mjög mikilvægt að það fara að byrja þarna einhverju hlutir, að það sé að koma þarna inn einhver starfsemi í þágu barna og ég held að þetta sé upplagt tækifæri að reyna að ýta þessu máli áfram. Þannig að ég styð þessa bókun eða tillögu eða hvað sem sem hjá bæjarfulltrúa Árna, hvernig sem hún verður lögð fram, en allavega ætti þetta vera nesti fyrir bæjarstjóra inn á þennan vettvang hjá SSH. Takk fyrir. Já, við ætlum að taka örstutt fundarhlé.
Við höldum þá áfram. Borist hefur bókun frá bæjarstjórn Mosfellsbæjar sem svohljóðandi. Bæjarstjórn Mosfellsbæjar vill beita sér fyrir því á vettvangi SSH að nýr sérskóli verði staðsettur í Mosfellsbæ. Í því sambandi var hægt að horfa til Farsældartúns en það fellur vel að yfirlýsingu samstarf ríkis og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Við höldum þá áfram. Það fundargerð fundar 999 stjórnar sambands íslenskra sveitarfélaga sem framfór 28. maí 2026. Orðið laust varðandi þá fundargerð. Einhver sem vill taka til máls? Svo ekki. Þá það fundargerð 45. fundar heilbrigðisnefndar. Orðið laust. Vill einhver taka til máls varðandi þá fundargerð? Svo ekki. Þessar fundargerðir teljast þá allar samþykktar. Ekki eru fleiri mál á dagskrá þessa fundar. Ég þakka fyrir fundinn. Næsti fundur bæjarstjórnar Mosfellsbæjar fer fram miðvikudaginn 24. júní klukkan 16:30. Ég segi fundi slitið klukkan 17:13.